Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Konurnar eiga sviðið í þessari viku. Við hittum krafta konuna Elsu Pálsdóttur en hún rúmlega 60 og hefur sett Íslandsmet, Evrópumet og heimsmet í kraftlyftingum. Úr lyftingasalum förum við í menninguna og hittum þar Jönu Birtu Björnsdóttur en hún opnaði sína fyrstu myndlistasýningu í Dús safnahúsum. Í lok þáttar förum við baksviðs á fyrsta kossinum en hann hefur slegið í gegn hjá leikfélagi Keflavíkur. En við hefjum þáttinn með Elsu í lyftingasalum. Hvað leiddi þið inn í lyftingasal? Ég hef haldið til í líkamsræktarsal megnið af minni ævi og svo bara áttaði maður sig á því hvar styrkleikarnir lægju og ég var farin að sjá það að ég var bara svolítið sterk. Þannig að þá ákvað ég að pröfa að gefa þessu svolítið séns og fókusera bara á kraftlyftingarnar og sjá hvað það myndi leiða mann. Grunlaus hvert það leiddi mann. Hvað varstu búin að vera að gera í þreksalunum fram að því? Bara í almennri leikfimi eins og maður segir? Já, allavegana æfingum. Það má eiginlega segja að ég hef bara verið í allavegana hóptímum og svoleiðis til 2011. Þá fór ég að taka upp á því að taka þátt í þrekmótakeppnum og þá svona fann maður pínu svona keppnisbragðið og Og hvað var það síðan að þú smeltir í það? Ég pröfaði sem sagt að fara á eitt svona kraftlyftingamót sem var haldið í Garðinum í tengslum við sólseturshátíðina og mér langaði bara að pröfa það því ég var búin að uppgötva að ég væri ætti kannski svolítið heima í þessu og þá sá ég bara á þessu móti að ég átti nú kannski svolítið inni og reyndar vissi ég ekkert í minn haus þegar ég fór þangað. Ég vissi ekkert hvernig reglur væri í þessu eða neitt svoleiðis en ég var leidd í gegnum það og mér fannst þetta bara skemmtilegt. Svo var aftur mót árið seinna út í Garði líka. Svo ég ákvað að pröfa það líka og í kjölfarið á því að þá hugsaði með mér að mér langaði svolítið til þess að gefa kraftlyftingunum svolítið séns og fókusera meira á það. Eftir fyrsta móti út í Garði þá ákvað ég að taka alltaf einn dag í viku í kraftlyftingar. Svo eftir annað mótið þá alveg ég að hugsa að taka alveg 3 daga bara. Svo bara fljótlega eftir það þá hugsa ég ætla bara að helga með þessu. Og síðan hef ég bara verið að æfa þetta 6 daga vikunar. Og með hvaða markmið bara til að vera vel hraust eða ertu með keppnina meira eða í bland? Í og með var ég náttúrulega bara að gera þetta fyrir sjálfa mig. En svo var ég alveg búin að sjá það að ég átti alveg möguleika á Íslandsmetum og lengra hafði hugur minn ekki leitað. Þannig að þú vissi hver Íslandsmetum voru og þú varst að lyfta jafnvel meira á æfingum? Já, ég sá það að ég átti alveg möguleika á að setja Íslandsmet og hef gert þau ansi mörg. Og en í vor þegar að boð kom að mér stæði til boð að fara á Evrópumótið að þá fyrst fékk ég upplýsingar heimsmetin og ég hafði ekki hugsað út í það neitt. En þegar ég sá þau þá sá ég að þar átti ég bara alveg möguleika og það kom mér virkilega óvart. En áður en ég spyrði út í heimsmetin sem þú varst að setja, ertu þá búin að vera að keppa undanfarin ár hér á Íslandi og vera að setja Íslandsmet? Ég tók þátt í fyrsta Íslandsmótinu í nóvember 2019 og þá setti ég Íslandsmet. Síðan hef ég alveg reglulega tekið þátt í mótum og sett svolítið mörg. Ég held að það sé alveg yfir 40 Íslandsmet sem ég á núna. En auðvitað í mínum aldurs- og þyngdarflokki.
var þá næsta markmið bara, heyrðu, við þurfum að bæta við eigum fullt af Íslandsmetum, kom kapp í þig, keppnismanneskjan að ráðast á heimsmetin? Ekki fyrir ég sá heimsmetin, sá upplýsingar hver heimsmetin voru, þá fyrst vaknaði sá metnaður, en auðvitað fær maður metnað fyrir því þegar maður sér að maður á möguleika. Hversu stór íþrótt þetta hjá þínum aldursflokki, 60 ára plus? Ansi lítill hér á landi, en erlendis er þó nokkuð af fólki sem að æfa kraftlyftingar. Það kom mér bara svolítið á óvart og það alveg töluvert eldra en ég jafnvel sem í kraftlyftingum úti í Evrópu. Og þú fórst á mót núna fyrir á þessu ári, segðu okkur frá því. Ég fór á Evrópumóti sem sagt í júlí og þar sem sagt set ég 5 heimsmet og verð Evrópumeistari. Og svo var náttúrulega freistandi að fylgja þessum góða árangri eftir. Þannig að það var ákveðið að fara á heimsmeistaramótið og reyna að bæta heimsmetin. Og það gekk eftir, ég setti 3 heimsmet þar og var krýndur heimsmeistari. Þetta er bara svolítið skemmtilegt. Þetta er búið svolítið viðburðaríkt ár. Og óvart, kom mér á óvart ábyggilega jafn mikið og eiginlega öllum hinum. Og hvað tekur þetta alvarlega? Ertu fann að hugsa meira út í mataræði eða hvernig þú stundar æfingar og allt þetta eins og keppnisfólk að gera? Ég spái mjög mikið í hvernig ég æfi og svoleiðis. Ég spái í mataræðið en ég gæti alveg bætt mig vel þar. En auðvitað spái ég helling í það. Og hvað ertu með aðstóð, leiðsögn? Já, þegar að þetta fór að koma meiri alvara í þetta, þá sá ég að ég þurfti nú að fá svona smá hjálp með það ef ég ætlaði að fara að bæta mig almennilega. Og þá hitti ég hann Kristleif sem var til í að aðstofa mig við þetta og hann hefur gert kraftaverk. Kristleifur, ekki frekar óalgengt að fá konu, rúmlega 60 í kraftlyftinga, og vill fara að æfa eins og alvöru kraftlyftingafólk gerir? Er það ekki frekar óalgengt? Því miður eru allt of fáir sem skoða þann möguleika að finna sér lífstíðarsport. Kraftlyftingar eru lífstíðarsport. Þú getur byrjað hvenær sem og þú getur æft það fram á grafabakkann. Og Elsa náttúrulega bara góð fyrirmynd í þessu að koma inn fullorðin kona, búin að vera að hreyfa sig í fínu formi þannig, finnur fjölina sína og getur verið að æfa og bæta sig næstu 10-20 árin. Og það er eitthvað sem að fólk þarf kannski svolítið að skoða, að finna sér íþrótt sem að það getur haldið áfram að bæta sig og keppa fram eftir öllum aldri. Þetta ekkert, hvað getur sagt, ýkt eða mikið þegar maður horfir á fólk sem meira en 60 ára gamalt að fara að keppa í þessu og sérstaklega konur sem ekki, maður ekkert að sjá þær mjög oft í kraftlyftingum? Nei, ýkt og ýkt ekki. Allar keppnisíþróttir eru dálítið ýktar. Ég held að þegar fólk komið yfir ákveðin aldur að þá fari fólk að hugsa meira þetta á heilsugrunni og kraftlyftingar eru þannig íþrótt að það er ekki mikið álag á hluti sem að þú eyðileggur í fótbolta eða öðrum greinum, þannig að það er svona auðveldara að halda heilsu og halda áfram að bæta sig fram eftir öllu. Þannig að kraftlyftingar eru mjög gott sport fyrir alla. Í hverju þarf maður að vera góður ef maður ætlar að vera góður í kraftlyftingum? Eitthvað meira en bara að vera sterkur, eða ekki? Eða er það bara númer 1, 2 og 3? Númer 1 og 2 er að vera sterkur. Númer 3 er kannski að vera sterkur í hausnum líka. Þetta reynir alveg töluvert á það. Ég hef ekki getað ímyndað með það að þetta væri neitt eitthvað sérstaklega andlegt. Við erum að díla við það í golfinu, skilur. En er það virkilega í kraftlyftingum líka? Kannski í öllum íþróttum? Algjörlega. Þegar þú kannski búin að gera lyftu og þér finnst hún svo þung að þú nærð henni ekki upp. Og nokkrum mínútum seinna áttu bara annað tækifæri til þess að ná henni upp. Þá þarftu virkilega að taka hausinn í lag. Og hvað er fram undan hjá þér?
Ég að fara að taka þátt í móti núna 20. nóvember og síðan stefnan á að fara til Litáen í mars og taka þátt í Evrópumóti. Hvað það sem að drífur rúmlega 60 konu áfram í þessu? Þetta svona svakalega skemmtilegt? Ég væri ekki í þessu nema mér þætti þetta skemmtilegt. En auðvitað, þetta skemmtilegt og auðvitað líka allt skemmtilegt sem að maður sér að maður stendur sér vel í. En mér finnst þetta skemmtilegt og þess vegna ég í því. Því að þetta mjög tímafrekt líka. Hvað ertu að æfa marga tíma? Ég að æfa svona 1,5 til 3 tíma á dag, 6 daga vikunar. Frí á sunnudögum? Frí á sunnudögum. Alltaf frí á sunnudögum, nema kannski fengi göngutúr eða eitthvað en ekki kraftlyftingar. Það hlýtur að vera skemmtilegt að vera að þjálfa fólk sem að nær árangri. Það ekki lykillinn hjá þjálfurum? Þetta það sem þeir vilja. Sko, Elsa gömul og ég enn eldri. Þannig að búin að vera viðlöðandi íþróttir alla mína tíð. Þannig að ég veit alveg munin á að þjálfa börn, unglinga, fullorðna og enn fullorðnari. Og þetta alltaf gaman en þessum leiðu þú eldist og þá ertu búin að finna þína fjöl, þá ertu ekkert að leita og þú bara hellir þér að fullum krafti í þetta. Og það það sem Elsa hefur gert og stendur sig frábærlega og bæjarfélaginu hér til sóma. Eitt að lokum, eitthvað eitt sem þú getur sagt mér ef ég ætla að byrja í kraftlyftingum? Hvað eitthvað svona 1-2 ráð sem að væri fyrst sem kemur frá þessu? Komdu og hittu eitthvað sem að veit hvað hann að tala og segir þér að þú verður ekki heimsmeistari í næstu viku. Eins og ég reynda að gerist hjálps, já. Nánast. Þannastu viku. Já, þannastu viku. En þetta langhlaup og þegar menn orðin rúmlega 27 ára, eins og við erum hérna, að þá vita menn að það kemur alltaf meiri tími og sígandi lukka best. Jana Birta Björnsdóttir fædd og uppalin í Keflavík en hún opnaði nýlega sína fyrstu myndlistarsýningu sem hún nefnir meira en 1000 orð. Hún segir fatlað fólk vannýttan auð. Við hittum Jönu Birtu í bíósal Dús Safnahúsa. Jana Birta sýnir 16 myndir sem hún gerði í kjölfarið á að Tabú, feminísk fötlunarhreyfing, birti setningar haustið 2020 á samfélagsmiðlum ofbeldi og áreiti gagnvart fötluðu fólki. Jana Birta, til hamingju með sýninguna. Takk hérlega fyrir það. Meira en 1000 orð heiti sýningarinnar og þegar maður svona rennir yfir og skoða myndirnar, þá kannski vantar manni stundum bara orð sem ófatlaður maður að svona hvernig þú horfir á þetta. Hvað getur þú sagt okkur þessar myndir? Hvernig urðu þær til? Já, myndirnar urðu til í kjölfarið að Tabú, sem femínísk fötlunarhreyfing, birti setningar ofbeldi og áreiti gagnvart fötluðu fólki. En þær birtu þessar setningar haustið 2020 bara á samfélagsmiðlum og þegar ég las þessar setningar þá var ég bæði sorgmædd og innblásin. Ég fann fyrir einhvers konar sköpunarþörf að koma þessu yfir á form sem að fleiri myndi skilja. Af því að mín reynsla sú að við getum talað ákveðna hluti og skrifað fullt af pistlum en að sjá eitthvað þá skilur maður og í myndinni getur sagt svo mikið, þannig að það var það sem ég var að gera. Ert þú búin að vera í þessum hópi, Tabú? Já, ég er búin að vera síðan 2017 eða 2018. Og þetta eru setningar sem eru til í ykkar hópi og það eru svona hvatning fyrir þig til þess að gera myndirnar? Já, og ég ákvað
að gera þær bara fyrir mig. Ég ákvað, þetta bara mín þerapía að vera að mála og teikna og mér fannst ég, þurfa að koma þessu frá mér. En eftir ég hef búin að mála nokkrar myndir þá fór ég að hugsa, það væri kannski bara sniðugt að sýna þetta allan á samfélagsmiðlum og vinkonur mínar í Tabú voru alveg sammála því og bara ótrúlega fékk mikla hvatningu frá þeim til að birta þessar myndir. Þarna má finna 16 setningar ofbeldismyndir gegn fötluðu fólki. Já, ofbeldi, áreiti, eitthvað svona misræmi í samskiptum eða áreiti, má kalla það líka. Fatlað fólk í rauninni í þessari, getum við sagt, stöðu baráttu hvað getum við sagt, fyrir að fá að vera til í rauninni, sanna sig? Já, það það. Og við erum auðvitað mismikið að rekjast á veggi, en við sem ég sjálf þannig að ég upplifi mig mest fatlaða þegar ég mæti einhverjum svona hindrunum, eins og til dæmis ef það ekki aðgengi á ákveðnum stöðum eða gert ráð fyrir fólki sem að notast við ákveðin hjálpartæki eða þá maður svona sjálfkrafa útilokaður frá ákveðnum viðburðum. En eins og setningarnar segja þá þetta líka varðandi þá sem þiggja aðstoð frá fólki og jafnvel líka þá sem þurfa mjög nána aðstoð, kannski við að baða sig eða sinna bara daglegum þörfum og þá hversu viðkvæmt það og hversu mikið traust felst í þeim samskiptum og hversu auðvelt að fara yfir mörkin. Upplifir fatlað fólk sem að þarf á þjónustu eða aðstoð, upplifir það, hvað getur við sagt, svona mikinn vanmátt? Já, ég hugsa að vanmáttur getur líka verið gott orð af því að ef ég tala út frá mér og minni reynslu, auðvitað þarf maður ákveðna aðstoð en maður getur ekki alltaf valið hver aðstoða sig eða við hjálpar hönd, þannig að það vanmáttur í því og maður kemst kannski, maður getur ekki alveg upplifa sig öruggan í öllum aðstæðum. Það eru mjög margar af þessum setningum eru svona mjög sterkar og bara svona eins og það að það sem að í einni setningunni stendur þó ég þurfi aðstoð við að stýra hjólastólnum mínum má ekki færa hann án míns samþykkis. Þið að upplifa það að fólk sé bara að gera það? Já, það bara oft gert og auðvitað misjafnt, ég meina það allur gangur því og svo hugsa ég líka að það sé bara oft gert á elliheimilum eða slíkt, að gleymist að spyrja eða hvert fólk vill fara eða þá það bara tekið sem sjálfsögðum hlut að einhver vill færa sig hingað og þangað. Upplifið þetta sem tillitsleysi? Hugsunleysi, tillitsleysi og tilætlunarsemi kannski. Þetta auðvitað líklega ekki illa meint en þetta færir hina fötluðu manneskju þá í einhvers konar vanmátt að stjórna ekki förum sínum. Við hér á Suðurnesjum sem höfum orðið svona, nokkuð oft vöru við duglega unga menn sem eru fatlaðir og hafa verið að benda á svona ekki nógu gott aðgengi fyrir fatlaða. Og þetta virðist svona vera endalaus barátta og virðist ekki ganga nógu vel að laga það. Hvernig, veistu út af hverju þetta Hvernig stendur á að þetta ennþá árið 2021? Ég hugsa að það sé of auðvelt að skauta fram hjá byggingarreglugerðum og það fólk sem ekki fatlað, það kemur ekki að byggingu húsa eða að involverað í skipulagningu
þess vegna, þú veist, sér enginn kannski hvað vantar fyrir en það búið að byggja og reisa eitthvað hús og svo svo erfitt og dýrt að breyta þeim til dæmis. En líklega það bara að við erum falin hópur í samfélaginu af því að við komumst takmarkað af því að það lítið aðgengi, þannig að þetta ákveðin vitaringur sem við erum í. Hafði þetta áhrif á myndirna þínar, bara svona hvernig þú ert búin að lifa og svona hvernig þú hefur upplifað það og með þessum setningum kom þetta í bland, tilfinningar inn í þetta og fleira? Já. Og ég held einmitt að það sé svolítið besta myndlistin í sjálfu sér þegar tilfinningar koma inn. Ég er ekki bara að sýna einhverja ákveðna tækni eða liti, ég er að kalla fram tilfinningar og setja eigin tilfinningar í verkin. Og einnig er ég að setja þær sögur sem ég hef heyrt frá mínum tabúfélögum inn í, eins og með setningarnar. Þú veist, þetta allt satt, þetta hefur gerst og oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Ertu aðgerðarsinni eða aktívisti? Já. Getur við sagt það? Já. Ég hugsa að við séum flest það. Þú ert dugleg að benda á og berjast? Já. Ég held við séum flest það, eins og ég held að við líka berjumst mest fyrir réttlæti eins og fólks í kringum okkur. Stundum erum við bara neitt út í aktívisma af því við erum í jaðarhóp. Já, eru fatlaðir ekki alltaf að lifa í voninni og bjartsýninni að þessi hlutir verði betri fyrir ykkur? Jú, en ég held að það mun ekkert gerast fyrir en við fáum sæti af borðinu. Af borðinu sem eru teknar ákvarðanir og að okkar rödd heyrist á þessum stöðum sem að fólk að plana hlutina af því að þá fyrst verður þetta svo auðvelt að frekar en að vera að gera ráð fyrir okkur eftir á, þá allt svo erfitt. Kosta mikið. En það bara, þú veist, við fötlað fólk erum bara vannýttur auður. Við þurfum meira pláss. Það væri hægt að nýta þennan hóp sem mjög fjölbreytilegur, betur úti í samfélaginu? Já, alveg klárlega. Til dæmis bara með því að gera betra aðgengi, þá geta fleiri sótt vinnu, gera vinnustaði og sveigjanleika aðgengilegri, þá geta fleiri stunda vinnu til dæmis heiman frá sér. Og eins og hefur kannski gerst með COVID og þá allt í einu opnuðust dyrnar með fjarvinnu og slíkt, þannig að það alveg vannýttur auður þar og ég þekki bara svo ótrúlega mikið af fötluðu fólki sem hefur svo mikla möguleika. En út af einhvers konar stjórnsýslu, reglum eða einhvers konar kerfisfræðilegum svona vanköntum kemst ekki í vinnu eða kemst ekki að því sem það vill, en það svo einfalt að breyta því en það vantar þennan vilja í þjóðfélagið. Fatlaðir hafa verið svona duglegir í hópnum list án landamæra, eða veist það sem að þið að vekja athygli á okkur með listinni. Já. Hefur verið þar? Þetta fyrsta skipti sem að ég með sýningu á list án landamæra, en mér finnst einmitt að fatlaðir listamenn fá ekki alveg nógu mikið pláss í íslensku listasennunni og þess vegna list án landamæra mjög mikilvægur svona vettvangur og ákveðin stökkpallur inn í listasennuna fyrir fatlaða listamenn. Gaman fyrir þig að vera með sýningu hér í þínu gamla heimabæ? Já, ótrúlega gaman. Þykir þið ekki vænt það? Mér finnst ótrúlega vænt það. Og þetta mín fyrsta einkasýning og mér þykir svakalega vænt þetta málefni. Þannig að þetta algjör draumur. Svona að lokum eru tvær myndir sem að þér þykir svona sterkar en aðrar. Í uppáhaldi hjá þér? Ég hugsa að það sé fyrsta og síðasta myndin. Varðandi að eiga aðgengi að stofnunum til að hjálpa eins og til dæmis Kvennaathvarfinu og svo líka síðasta setningin sem að fjalla bara að elska sjálfan sig eins og maður og að samfélagi skilgreinir þig ekki.
En þú? Takk hérlega fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Við þakkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að prenta bæjar- og héraðsfréttablað sem við dreifum frítt öll Suðurnes en líka sjálfsögðu á netinu. Við erum að skrifa nýjar fréttir alla daga á Víkurfréttavefinn vaff.is og einnig golffréttir á kylfingur.is. Við þykjum ábendingar gott efni í okkar miðla og sendi okkur hugmyndir á vaff.is. Við endum þáttinn baksviðs hjá leikfélagi Keflavíkur. Þar var sannkölluð stemning á frumsýningarkvöldinu og við vorum þar og fengum aðeins að kíkja. Komið með okkur þangað. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl. Garðmaðurinn kom sterkur inn. Já. Garðmenn geta sungið. Það að mála sig sjálfur. Já, sjálfsög. Ég treysti einhverjum öðrum. Ég er ógeðslega stolt af ykkur, bara svo þið vita, ég fór alveg að gráta fyrst, ég bara fylgdi þetta geðveiku stolti, sömuleiðis. Ég held að það væri 15 förðunardömur eða? Nei. Það gera þetta bara sjálfur. Er þetta áhugaleikfélag? Já. Þú mætti halda það. Það ekki að sjá á sýningunni. Nei, það alveg. Við erum að sýna svolítið stöðinni.